Af hverju voru þið kærðir ef að þetta var allt með samþykki og vitund þeirra? Já, við vorum kærðir að því að sko Ólafur fyrir allt í einu að fá veður af því sko að verjendur í málunum séu farnir að fetta fingur út í þetta sko, þetta kerfi sko. Og eðlilega. Að það séu starfsmenn sérstaklega saksóknara að vinna fyrir slitastjórnir. Já. Og þannig að þá hann allt í einu komið með ákveðið sko vandamál. Og þá fer hann að hugsa, heyrðu, hvernig get ég leyst þetta? Og hann þá kemur hann og með hennar samning og lætur okkur skrifa undir og svo segir hann strákar hann að ykkur sama þá í dagsetjan 1. janúar og við bara ok, ef þetta lokar einhver gati fyrir þig þá er það allt í lagi okkar vegna og síðan vitum við ekki eftir að við erum búin að skrifa undir þetta og hann Ólafur segir hann þannig að þurrka blekið eitthvað svona að gera eitthvað en nú gerum við bara eins og banka kallanir strákar backdata falsa dagsetningu já og síðan vitum við svo bara nokkru vikur setna einhvern tíma seinnipartinn í maí þá allt í einu bara allt lok og læs hjá héraðssaksóknara og við erum bara alla fjölmiðla kærðir fyrir gagnaþjófnað við erum síðan yfirheyrðir í júlí 2012 af Sigríði sjálfri og lögreglumanni frá Suðurnesjum og þá byrjar Sigríður á því að setja, ég ætla að byrja á því að leggja fyrir því hérna verktaksamning. Þá sé ég bara allir nei, þetta samningunni sem að við Gummi undirritum við Óla bara fyrir örfáum vikum, bara hvað er þetta? Og ég sagði bara hvað er þetta að gera hér? Já, þetta er grunngagnið þarna með kærunni frá Ólafi sko. Bíddu, ertu þá að segja að sérstakur saksóknari Ólafur Hauksson hafi kallaði ykkur til sín á fund og til að fá ykkur til að skrifa undir samning sem að hann var þá að hugsa sem leið hann var búin að ákveða að kæra þá hann var búin að ákveða að kæra okkur þá hann færi ykkur til að skrifa undir samning til þess að leiða ykkur í raun og veru í gildru til þess að geta kært ykkur já, hann gerir það og hann er að búa til gagn af því að hann segir síðan sjáðu hérna Sigríður sjáðu hérna hvað eru miklu glæpumenn hérna segja mér frá slitastjórnarvinnunni en ekki mælstónvinnunni og þannig að það er þá sönnun fyrir því að hún hafi verið án hans vitundar og vilja og þá segir við Sigríði býtu, þú veist náttúrulega þessi samningur ekki gerðu þarna á þessum degi og það er ekkert mál að sanna það hvernig gáttu þið sanna það? Af því að það stendur að við sem að vinna fyrir slitastjórn Glitnis 2. janúar við vorum ekkert að vinna fyrir slitastjórn Glitnis 2. janúar voru ekki byrjaðir að vinna það byrjaði ekki fyrir í lok febrúar og það eru tölvupóstar sem að sýna fyrsta svona kontakt á milli okkar og slitastjórnarna þá sko þá var, í janúar var ekkert fyrirleikjandi það að við varum að fara að vinna fyrir slitastjórn Glitnis sko og innan hús hjá ríkissaksóknara vita menn og ég veit að þar voru menn í vandræðum með að Ólafur Þór Hauksson og Grímur Gríms og Hólmsteinn Gauti voru að ljúga og það er bara hrikalegt vandamál fyrir kerfið sko samningurinn sjálfur eins og hann er orðaður sýnir bara við máttum fara með gögn út úr húsi, máttum vinna með þessi gögn og það sem að vera að hafa líka í huga er að þegar við erum kærðir þá kemur slitastjórn Glitnis og Heiðar Þór Guðnason að því að hann var að vinna fyrir þau líka og þau koma inn á skrifstofurnar þar sem að við Gummi erum og þau taka öll gögn frá slitastjórn Glitnis taka serverana þau leita að öllu, taka öll gögni frá Glitni. Það kom enginn frá héraðssaksóknara. Ólafur gerði aldrei neina tilraun til að gera eitt eða neitt. Að ná eitt eða neitt.